morning, Sunneva. Good morning. Það mætti halda að við erum að fara í eitthvað svona breska konungsfjölskyldan. Good morning. Afternoon, Já, eða lofaðlega þáttu eitthvað. Þetta var svo breska, ok. Já. Shit, skamdi. Já, maður. That's a thing. That's a real thing happening right now. Það rosalegt, sko. Það rosalegt. Það bara dagsljósið bara horfið. Já, veist, vakna alltaf aðeins fyrir 8 á þriðjudum. Já. Og þennan þriðjudag þegar ég vaknaði, þá var ég bara eitthvað, það bara svart. Já. Og það ekki búið að vera svona svart nema kannski í síðustu viku. Já. En þú veist, ég bara í sjokki. Þetta rosalegt, sko. Og svo fór ég út í húsi núna 5 svart. Jú. Sama ég, sko. Ég ekki búin að sjá dagsljós í dag, sko. Nei, shit. Fór út klukkan 8 og var að koma heim núna rétt aðan. Já. Ég bara búin að vera inni, bara læst, sko, og það bara, ég sé eftir að það ekki fara út. It's a real thing, sko. Ángríns. Skamdi. Og en hvað þá betra? Fá sér tebolla í skamdeginu. Já. Ég ángst búin að vera spennt. Já, þú maður bjóða mér. Thank you. Þetta sem sagt, þetta te eitthvað, það eitthvað. Við höfum aldrei smakað þetta. Þetta eitthvað nýtt. Sko, það sem sagt appelsína og eitthvað í þessu te. Og svartur pipar. Svartur pipar og ég held líka mér þess að engifer eða eitthvað. Og ég búin að vera með kreif í appelsínur. Já, þú ert eitthvað, það svona ólítið kreifið þitt. Já. Ég er búin að taka eftir því heima og það bara allt í appelsínur. Já, ég elska appelsínur. Þannig að ég vona að þetta svala eitthvað skonar þörf. Annars mæti ég bara með appelsínu næst. Það lyktar smá þess að brjóssugur. Þetta lyktar ekkert eins og appelsínu. Ég er very disappointed. Engi verið svo óslega svona yfirgnefandi bragð. En samt áðan þegar tebókin var þurr, þá fann ég smá appelsínulykt og ég var eitthvað nice. Maður finna eitthvað appelsínute. Oh my god, please. Can we make one? Ángríns. Ég elska allt appelsínubragð, sko. Appelsínur og, sko, Lord save me með þessa mandarinu season sem að byrja. Oh my god, ég ekki búin að fá eina. Jú, ég fekk 1 bát daginn. Já, hjá mér. Ég hef ekki fekk neitt annað. Ég var með mandarinu og hún eitthvað, mandarinu. Ég eitthvað, viltu fá 1 bát? Ég gæti ekki gefa henni meira. Ég gæti það ekki. Ég bara... En það ándjóðs það var svo gott, sko. Já. Ég þarf að kaupa með mandarinur. Vandamál alltaf í desember. Þú veist, ég ekki næst, yfir öll jól hafa við alltaf mist ég er ekki að mæla með þetta fyrir neinum, skilur. Það því að mér finnst jólamandur ekkert sérstaklega góður. Já. Byrjum þar. Þannig að með flestum finnst hann eitthvað rosa góður. Og þeir sem jólamandur ekki góður, I know I'm weird, en mandarinur bara my thing. Ég hef alltaf mist kíló í desember, ólíkt öllum öðrum. Ég get ekki hætt. Og þetta er bara einu sem ég borðar allan daginn. Ég verð bara þetta er ekki holdt, skilur, að gera þetta. En ég gleymi mér bara í að borða mandarínum. Og svo, þú veist, svo klukkan 10 kvöldi ég að deyjur hungri og Gunnar alltaf svona you wonder why, skilur? Hvað er þér? Ég veit ekki, elska mandarínur. Já, það er svona gott sem með, hvað segir maður? Millimál? Millimál, Nei, þetta er every meal for me, sko. Ekki núna. Ekki núna í desember. Þú veist, ég borða mjög mikið ásamt bara öðru líka. Ég veit það. We need to feed that baby, sko. Sko, það er svo less. Já. En ég mæli með mandarínum. Og maður kann alltaf setja mandarínu te. Það var ekki vístar örgulega til eitthvað svona clementine and kanil tea. Það geta alveg ekki. Hljómast þetta svo eitthvað svona ég tengir svo mikið við appelsínur og tequila. Já, veist, já, og kanil, af því að ég og Birgitta kom með þetta trend til okkar og við stelpunar vorum að taka skoðatektum í sumar og hún bara, já, getur fengið appelsínu og kanil með þessu. Og ég var bara, hvað viðbjóðir er þetta? Þessi taka bara sítrúnuna og salti. Sítrún og salt, já. En nei, þetta er geggjað, sko. Já. Þetta er ruggla, þetta er bara eins og að fá sér einhvern eftirrétt. Ég þarf að testa þetta í mæ. Já, í mæ, þá testar þetta. En ég tengi bara við kanil og appelsína. Það er bara tequila fyrir mér núna. Vá, það er bara svona jólin fyrir flestum. En það geti alveg verið jólin líka með mér, sko. Hey, tequila is every time. Ángríns. Every season, doesn't matter. Já, bara talandi Birgittu. Já. Hún var svo æðisleg að setja upp fyrir okkur inn á organicskincare.is afsláttakóðan sem við ætlum að sjálfsögja minna aftur á af því að þetta er æði afsláttakóði. Besti og eins og við erum búin að segja margoft og ég sé að við leitumst alltaf í að tala jólin. Það er bara, sorry, þið þurfum bara að taka því. Nóvember verður svolítið bara svona prep fyrir jólin og svo lofum við að tala. Er ekki allir eitthvað að byrja að kaupa jólagjafa núna? Núna er ég bara alveg í jólagjafa höndi, sko. Líka sérstaklega eins og við erum búin að ræða 1000 sinnum áður af því að þú veist, maður á eiginlega að gera þetta á netinu í ár og
pósturinn verður örugglega á milljón þannig að þú veist better late than never, nei, ekki better late better late than never ok, það er svona my motto af því ég mæti alltaf seint allt en nei, frekar fyrr heldur en seinna því að þú vilt ekki þurfa að gefa jólagjafnar 2015. Nei sko, ég hata að ég er alltaf svo sein í jólagjafanum ég er alltaf bara 2003 hlaupandi smáleituna í kringluna eða eitthvað ég ætla ekki að vera þannig í þetta ár sko. Nei sko, ég veit ekki hvort þú hafir möguleika á því Nei, einmitt, svo er það en maður getur alltaf að slá netinu alls staðar ég segi það, þannig en þú vilt ekki vera að fá sendingu 2004 og þurfa að gefa gjafnar 2007 eða 2015 skilur hljómar svo nei, ég ætla ekki að þannig að og gjafir inn á organicskincare.is hendar öllum mömmu, pappa, kærasta vinkonu, ömmu og afa frænku, þú veist eins og fyrir ömmu og afa ekki að gefa svona home-ilmin home-ilmurinn er svo mikið æði sko. og líka guð minn góður krakkar hvað hann bara nær að covera þetta er ekki svona ilmur, veist ég var einhvern veginn átt svona stangir, þú valla finnur lykt að þessu, nei þetta er ekki svoleiðis alltaf þegar ég er að labba inn í rýmið sem hann er, eins og við erum með hann hérna og það er bara svona, hvað lykt er þetta? Svo bara, já, þetta er hómilmurinn já, þetta er hómilmurinn að það er svo ógeðslega svona, þetta er ekkert svona típiski ilmurinn, skilur, þetta er bara svona geðveikt góð lykt þetta er bara svona, svo fatt að þetta, já, þetta er líka spælurinn það er tilvalin gjöf svo góð gjöf, sko svo góð gjöf við mælum mikið með við mælum með því og kóðin er bara sjálfsögðu teboðið inn á organicskincare.is þetta er ekki flókið, þetta er bara teboðið og eins og þið eru að horfa og að hlusta teboðið alls þar YouTube, Facebook we're everywhere TikTok en málefni dagsins í dag já, það er raunveruleika þættir og ég bara hef aldrei skemmt mér jafn mikið að rannsaka eitthvað það máli já, ég hringdi við Dísunu og hann var eitthvað svona oh my god, ég get ekki beðið eftir að sko við valla tölum saman núna, þú veist við bara settum sér inn kveiktum og vorum bara let's go að því að ég veit vorum báður svo spenntar að tala þetta og ég var sérstaklega þér já, ég er mjög spennt að heyra allt já, þannig að það er alls konar þetta er svona þinn geiri, raunveruleika sjónvarp sko, já, kannski myndi fólk telja það út af Keeping Up og kannski Lofalendi eitthvað þannig og bara Real Housewives og öllu en svo er svo mikið annað sem er talið vera raunveruleika þáttur að þú veist sem að ég hef ekki dottið inn í já. Þannig að þú veist þetta er svo sko, ef að einhver að núti í allan að þetta er my conclusion af því sem ég var að rannsaka ef ykkur að núti er eitthvað svona já, nei, ég fíla ekki raunveruleika þetta það getur ekki verið það getur ekki verið og ég átti þess að samræði við Gunna á hann heima hann bara raunveruleika þetta það er ekkert allir sem, eða ég var að segja topiki það er ekkert allir sem horfður raunveruleika þetta ég segi, þetta er bull þú horfður raunveruleika þetta nei, ég er víst og ég var ekki hver uppbóls raunveruleika þátturinn hann er ekki ekki uppbóls ég er ekki að þú elskar breytiska talent eða X-faktor eða eitthvað þetta sé þetta er besti nei, alveg þetta er raunveruleika þættir þannig að þú veist allt sem er ekki scripted og tekið upp skilur raunveruleika þetta er raunveruleika podcastina þetta er raunveruleika þegar við erum að taka eitthvað já, en samt sem áður þannig að þú veist, það eru raunveruleika þættir eitthvað fyrir alla þetta er bara þú veist, það er svo mismunandi ertu að horfa á fjölskyldu, fara gegnum daginn sinni eins og Keeping Up eða ertu að horfa á þú veist, einhvern vera elda eða einhver svona hæfileika keppni svo alls konar allt hitt svo mikið sko leita á ást hvað eru það vinsælir þættir? Rosalega fáránlega asnalega vinsælt já, sem hérna Love Island og Bachelor og Love is Blind og allt þetta shit þú veist, það eru allir með eitthvað og þú veist, svo hérna mann og ekki akkurat núna, hvað hétu þarna raunveruleika þættirnir Top Gear eða eitthvað bíla það er margir sem fíla bíla sem horfðu á það svo mikið á svona Discovery Channel og svo allir þessi þættir hana svona gauðra þættir svona eitthvað að kaupa svona geymslur og eitthvað, ég veit ekki hvað alltaf að tala með það þátt það er bara svo skemmtileg já, þú veist, svo mikið af eitthvað svona What's behind that door eða eitthvað nei, þú varst ekki að tala daginn já, þú veist, það er eitthvað svona gæjar að kaupa eitthvað svona bílskora sem er abandoned, skilur, svona geymslur og svo er það kannski að græða eða bara ekki, skilur það veit ekkert hvað er á baku hurðina það er raunveruleika eða gera upp hús og þannig raunveruleika eins og hann það Extreme Makeover Home Edition það var sick það var náttúrulega til líka Extreme Makeover já það er rosalegt Queer Eye, skilur Extreme Makeover var bara eitthvað
alveg smá sick þáttur, minnum mig. Hvað það? Já, það var bara eitthvað svona, taka bara svona everyday konu og bara breyta henni, skilur, fara með henni lítið aðgerð og eitthvað, skilur. Bara lítið aðgerð? Já. Ok. Ég datt inn á þetta því ég var researchi fyrir þetta, ég var bara, hvað er þetta? Og það stóð bara eitthvað, þessi þáttur var aldrei leiður í dag eitthvað. Já. En ég meina Queer Eye til dæmis upp í dag. Það er ekki að þetta Já, en það er bara kannski svona betrumbæta versjuna sjálfur eða kenna þér að betrumbæta sjálfur en það er ekki að þetta Já. Ok, hérna hét líka, heitir ekki eitthvað annað í dag? Nei, heitir ennþá Queer Eye Það hét Queer Eye for the Straight Guy eða eitthvað? Já, ég held það. Já. Ég held að ég hafi, það heitir ekki það lengur? Nei, ég held að það heitir bara Queer Eye núna og það hafi mitt, þú veist, þetta voru aðri þættir en þetta eru í dag. Já. Það er ekki sama krú og eitthvað í þessu? Nei. Held ekki? Nei, held ekki. Ekki alveg viss, en ég held að segja 100% einhverjum nýr. Anyways, ok, hérna, sko, fyrst tók ég hérna saman eitthvað svona 20 bestu raunveruleika þættir samkvæmt síður sem heitir Esquire sem er bara svona eins og, þú veist, Cosmo eða eitthvað þannig. Okay. Og þetta á að vera based á áhorfi og ratings þeim tíma, skilur, og núna í dag og eitthvað. Þá bara byrjum bara, ég ætla bara að fara, ég ætla að fara ógeðslega hratt yfir þetta því ég er ekki að fara að tala um hvernig eins og 20 Nei, það væri forever. Allána, númer 20 á þessum lista er einmitt Extreme Makeover. Home Edition. Nei, bara Extreme Makeover, já. What? Og það er, þú veist, var sýnt 2002-2007. Jersey Shore, hvað gæti ekki sagt þetta? Jersey Shore, við þekkjum það. Það var 2009-2012. Já. Það er númer 19. Svo er 18 Wife Swap. Wife Swap? Já. Þar sem fólk var að skiptast á mögum. Það var óslega fyndið þættir af því að þetta var ekki kynferðislegt sko. Nei. Þetta var bara svona þá fór ný mamma inn á annað heimili og var kannski oh my god, er þetta hana þegar þau eru að aga krakkana og eitthvað you taking all my cheese hvernig mými að krakkana var það Wife Swap? Já, þegar hún fór hann inn í herbyggi og brjálaður pack my bags það var Wife Swap, þannig að það er númer 18 það var svo fyrir, nei, það var bacon I'm not even bacon. Bacon is good for me. Svo ekki mynd. Og þá var myndið eitthvað svona, mamma fór inn á, eða kannski, þú veist, einhver eiginkona fór inn á nýtt heimili og var þá að reyna að setja sína reglur þar og það var, veist, alveg svona, ég hef alveg að sé 1 eða 2 þáttur úr þessu, þætti úr þessu. Já, ég man eftir þessu í gamla dag. Þetta er númer 18. Já. Númer 17 kemur Vanderpump Rules. Já, mér langar svo að horfa á. Mér líka, sko. En ég þú veist, þetta er sko frá 2013 og present. Við þurfum bara langt aftur í tíman. Við fórum nú upp í 2009 þegar við vorum að horfa Real Housewives. Það er hárrétt. En þetta er þess að þættir út frá Real Housewives, út frá Lisa Vanderpump úr Beverly Hills. Já. En þegar þetta kom inn í Real Housewives, það kom svona, þá fekk maður að sjá inn í svona þættir, svona smá promote. Mér leiktist rosalega. Ég veit og það sem hef ég nenn ekki sér fólki. Það sem hef ég ekki farað á. En þetta er sem sagt að því að þetta kallast Vanderpump Rules að því að þetta er Lisa Vanderpump og starfsmennin hennar að því hún á nokkuð fyrirtæki veitingastæði og eitthvað svona þannig að þetta eru starfsmenninir þar en það eru alveg svona sjúklega margir í til dæmis Bandaríkjunum og sem eru Housewives fans sem eru sjúklega invested. Þetta eru glárið miklu betra heldur en þetta preview sem við fengum að sjá þegar þetta byrjaði. Örugglega. Af því að það var alveg skelfilegt allt eitthvað svona fólk sem var að reyna að meika það í LA eitthvað, allt svona wannabe actors voru leikarar en samt að vinna sem þjónar á kvöldi eitthvað svona, þú veist, eins og flestir eru í LA og þetta var svo fyndið. Þetta er alltaf númer 17 en það hlýtur að vera betra í dag þá sko. Það hlýtur að vera, en þetta er samt til dæmis ofar Wife Swap og Jersey Shore. Það er magnað sko. Já, þannig að þetta hlýtur að vera eitthvað var í þetta. Við erum kannski að tjekka þessu. Þetta erum að gera. 16 Jackass. Það mitt það er reality TV. Já. Svo eru hérna svona dating show sem heitir Next. Já, ekki heyrt má. Ekki heyrt má heldur. Þannig að þetta er eitthvað svona dating. 14, þessi Next var nummer 15. Nummer 14 er America's Next Top Model. Það voru æðislega þetta. Já, þeir eru geggjaðir. Þeir eru hættir, ekki? Jú, hættir 2018. Af hverju, veistu það? Ég veit ekki. Ég veit ekki hvort það fallið sig að þú veist Tyra Banks var að gera eitthvað annað og eitthvað svona. Það var bara skrítið að enginn myndi halda áfram með eitthvað. Já. Að þetta er svo ógeðslega vinsælt og þetta var svo lengi. Þetta var svo lengi, alveg frá 2003. Já, nákvæmlega. Þessi lengur en Keeping Up, sko. Nákvæmlega. Hanna, já, fáránlega vinsælt, þannig sé. En hérna, ég fylgdist með þessu á sínum tíma. Ég líka. Þetta var ógeðslega spennandi. Geðveikt.
I have 2 pictures in my hand Já. og maður bara Sem manns mótil datt út á nei, hætti að horfa já 13 við erum svo stend þá að fara við vinsalustu þættina 13 My Super Sweet 16 oh my god, svo góðir sko svo góðir þættir ógeðslega svona mikla brat litla stelpur omdegraðir krakkar að halda upp á Sweet 16 partíið sitt vákæman eftir þessu og þú veist, þau voru að bóka alveg bara fáránlega stóra stjörnur til þess að koma preforma og eitthvað svona og svo bara ef það fengi ekki bíla þá bara allt glatað þá bara svona tekið svona tantrum og bara öskrað og grátið og þetta alveg númer 13 á góður ástæði því að þetta var skemmtilegt já, þetta var skemmtilegt það var gaman að fylgjast með þessu Simple Life, það númer 12 ég þarf að horfa á hefur ekki hort á? Nei, hefur hort á þá? Ekki alla, en ég vil sé þátt og þátt ég þarf að horfa á þetta sko það er ógeðslega fyndið og ég alveg, þú veist, ég held þú veist, það tekið upp 2003 til 2007 ég held að veist, þetta myndi alveg vera ennþá fyndið í dag sko það eru pottið með eitthvað brandara sem eru ekki fyndið í dag þú veist, sem eru búin að falla sig tíma og allt það en bottom line, 2 skvísur að reyna að gera eitthvað sem er ekki skvísulegt það er bara fyndið það er mjög fyndið 11 kemur Top Chef já, geggjaðir ég hef ekki hort á þá ekki, ég hef aldrei hort á það nei, þá myndi ég kannski kunna að spytur elda kannski en það, já, mjög vinsalega þeir eru allan í 11 já, þeir eru geggjaðir yes númer 10 er Flavor of Love sem voru líka svona kannski líkt og Bachelor skilur nei, þetta er sem sagt já, þú veist, þetta er konu sem ég held að hafi verið Bachelor eða eitthvað slíkt, þetta er alveg eitthvað svona dating okay. Flavor of Love 2006-2008, það er nærlega í topp 10 wow. þar á eftir sterkt í númer 9 kemur Love Island UK geggjað, bestu okkar sko það er alveg 9 á heimslista það er rosalega mikið mér finnst það alveg skiljanlegt sko já. Pældi hvað það er þá að fá mikið áhorfi, já að því ég held að Bandaríkin sé ekki mikið að fylgjast með þessu ekki UK version sko heldur ekki ég held að þau fylgjast meira með Bandaríkja versioninu og svo held ég bara öll Evrópa sé í UK já, og þess að náu það upp ég held samt að það sé alveg margir sem fíla að horfa frekar á UK sko í Bandaríkjunum bandarískt fólk ég veit það ekki það gæti verið sko því ég var alveg verið að hlusta nokkur svona podcast og er inn á nokkur svona grúppum þú veist sem að tengist eitthvað svona hot topics og eitthvað þannig og það hefur svona einu sem nokkra stelpur reynt að koma umræðum Love Island UK það verður aldrei gest, aldrei náða svona einhvern veginn festa sér fótum þannig að ég veit að það ekki auðvitað að svolítið einhver að svolítið alltaf einhver ég veit ekki Númer 8 eru þættir sem heita What Would You Do sem eru þú veist veit ekki alveg hvað er en þetta er einhverju þættir hvað myndir þú gera? Hvað myndir þú gera? Og þetta er alveg frá 2008 til endan daginn í dag what the hell? Spes ég hef aldrei heyrt það Svo er númer 7 þess að þetta hef ég nú séð eða svona spilaða skilur en ég hef ekki hort á The Great British Baking Show þetta er frá 2010 til dagsins í dag og þetta er vinsælustu þættir Bretlands já, okay. Þetta er fáránlegt þeir eru bara baka sko það hljóma samt mjög skemmtilegt það hljóma mjög skemmtilegt en bara að svona einfalt koncept sé svona ógeðslega vinsælt það er ekki ekki Alnúmer 7 6 American Idol 5 Keeping Up with the Kardashians hátt uppi það er mjög hátt uppi fyrir þær 4 RuPaul's Drag Race elska besta má við döttum alveg út af því er þetta að horfa? Nei, ég dætti mig út í ég þarf vel að byrja að catch up sko hvað ég var komin við vorum alltaf að horfa á sama tíma svo var bara eins og kláruðu við ekki bara það sem var á Netflix svo komið nýtt og þá bara svona týndist maður það var svona break við kláruðum alla seríurnar eða eitthvað og svo nefndum við ekki býta næstu og þá döttu út og þá varum maður bótið að fylgjast með okkur öðru þegar þegar nýjastast kom út og slíkt það er þetta aftur í nýtt þetta er svo skemmtilega þetta jokes Númer 3 Bachelor og Bachelorette þessi hvað segir maður bara svona þessar seríur Númer 3 þetta er náttúrulega rosalega vinsælt í Bandaríkjunum sko og hér bara allstars en þekkir þú einhverja manneski sem er all inn í þessu? Já ég þekki enga sko ég þekki ég þekki sérst vinkona mín til dæmis vinkona mín sem ég bjó með út í Bandaríkjunum hún er frá Noregi
og hún var bara, þú veist, það var bara hvað dögum var það á, 50 dögum eða eitthvað Já. ég man það ekki 30 dögum eða eitthvað þau voru alltaf í Bandaríkjum, þannig að hún fór alltaf til vina sinna sem voru með, þú veist þau voru múin að kaupa cable, þú veist, aðgang þannig að þau gátu hort á Bachelor Bachelor þá í fyrra Já. og eða var Bachelorette, ég man það ekki skiptir enga máli og það var bara heilagt sko. Já. Hún var bara Þetta er alveg þannig inn hjá þessum fans, Já. Bachelor fans, þetta er alveg bara all in dæmi, sko. Það er mjög skemmtilegt að sjá hvernig þessi menning er. Þetta er alveg bara samfélag. bara 100% og Mjög skemmtilegt samfélag. ég hef oft fengið eitthvað svona, ertu ekki að fylgjast með Bachelor? Ég er svona, nei, Bachelorette, ég er nei og fólk finnst það ekki að skrýta því að fylgjast með Keeping Up Já. en ég hef ekki dottið inn í þetta ennþá langarlega að pröfa það Ég hef pröfað eina seríu. Eða? Datt inn í einhver seríu fyrra eða eitthvað. Bara ég og mamma horfðum alltaf á þetta bara á kvöldin. Ok, nice En ég fór ekkert aftur inn í það. Mér fannst það ekkert spes. Þið fannst ekkert spes? Þetta er alveg skemmtilegt, þetta er áhugavert en þú veist, ég fíla meira bara svona Love Island vibes. Ég líka. Þetta er bara meira svona Ég líka. Þetta er svo ógeðslega alvarlegt. Þetta er svo alvarlegt Og mér finnst bara smá grilla konsept að það sé bara eitthvað sorry, ég er ekki að dissa Bachelor, mér finnst það þetta er alveg skemmtilega þættir, en mér finnst bara svo grillað að sé bara eitthvað 20 gælur að berjast fyrir einhvern einn gæja það er svo grillað og líka sko það sem ég finnst líka grillað er að þú veist ég var að ræða þetta daginn bara við bróður minn og kærastuna hans að þau voru bara hvernig er þú ekki að fylgjast með þessu, þú veist, það er eitthvað svona og ég var eitthvað svona, það er eitthvað hjá mér ég mun alveg eitthvað að tjekka á þessu þú veist og allt það, en það er eitthvað hjá mér sem er svona ég er að fylgjast með frekar eldra fólki sko í Love Island þá afsaka maður það að þetta eru bara krakkar Þetta er allt stelpur okkar aldrei sko, Já. og yngri Já. Nei, ég er að tala um Bachelornum Nei, ekki núna til dæmis Víst konan sem er að keppa núna er bara 40 eitthvað Já, ok, ég nenni ekki Bachelorette held ég er ég að tala um það Já, en Bachelor, þegar ég var að horfa á Bachelor-seríuna sem ég horfði á, ég man ekki hvað gæinn var Já, varstu ekki með það flugmanninn Pete eða eitthvað Nei, Já. þannig að þetta var mjög vinsæll Bachelor allavega Já, þarna hinn sem var Virgin Já, ég horfði á það já. Það er alveg skemmtileg sería, sko En þær eru allir bara 20 sko Já, ok En til dæmis núna í seríunni núna veit ekki hvað þessi Claire er gömul en hún er eitthvað gömul okay. Þannig að þú veist, þetta er allt svona þú veist, hans eldra fólk Já. Mér finnst það eitthvað skrítið Ég get ekki afsakað bjánaskap Já Ekki, þú veist, allir með að hafa Ég held maður bara, þú veist Ég held maður sé alltaf sama mannski maður er sama hversu gamall maður er, sko Ég held að við séum bara 100% að vera alls sumi bjánar eftir 10 ár, sko Sko 100% Já. En ég segi að þegar ég horf á Love Island þá þú veist, finnst mér gaman að flissa af þeim Já, ég veit ekki hvað að segja En ég er allavega ekki dott inn í þetta en mér langar að tjekka á þessu já En þetta er bara svo grilla Í Love Island þá er allavega 50-50 stelpur strákar, skilur eða bara eitthvað Það er ekki bara eitthvað einn og hann er bara eitthvað að deyta allar, skilur Nei, ég spyr sko Fattarðu mig? Það er allir bara eitthvað þú veist, ímyndaður kvíðan og Nei. allt þetta sem maður fer gegnum í þessu seríum Ég Ég skil ekki að leggja þetta á sig, sko Nei. Sorry, þið mig bara drullið yfir mig fyrir þetta er bara mín skoðun en ég bara, þegar ég horfði á þennan þátt ég var bara svona greið En er stelpurnar þetta ekki ástæðan af hverju þeir eru svona vinsælir? Mér leið bara svo illa að horfa á þetta sérstaklega svona þegar það eru orðnar svona fáar skiluru Já, það eru komna alveg tilfinningar Já. og það eru bara, það reynar vinkonur stelpnana en samt ekki skiluru að því Já. að þær eru ástfagnar að þessum gæja ég er bara svona álmáttur þetta er örugglega vestu 2 mánuði hvað eru lengi inn í þessu í lífs þeirra sko Pottið, sko. Og líka, þú veist, líka bara þú sem manneskjan sem ert að keppa, hvað sem er Bachelor eða Bachelorette, skilju. Þú veist, já. Þú veist, ég veit ekki, ertu með tilfinningar handa mörgum eða vissur allan tíman úr bara hrifin að þessum eina? Ég held að þetta sé örugglega erfiðast að sem þú gerir að fara í þess að þætti sko Pottið. af því að þú ert að sitja í þá stöðu að þú getur úr því ástöngina bara 5 gælum, skilur það er örugglega umilegt, það er örugglega ekkert gaman Sturlun. það er tittlítið styrlað sko Þetta var nummer 3 allána. Við höfum aldrei rætt Bachelor, þannig Nei. að gera svo vel, þetta er okkar skoðun á því og við höfum ekki séð það. Nei, ég ætla alveg eitthvað tíma að detta inn í þetta Algjörlega. þegar ég hef tíma. Já, við gerum það. Númer 2, Survivor. Geggjaðir. Það sem ég elska þá þegar ég var lítil. Þeir eru alveg búin að vera frá 2000 til dagsins í dag. Í svona smá svökkið síðan það er gangi. 20 ár. Já, rosalegt. Það er svakalegt. Hanna, mér langar alveg að detta inn í Survivor oftur. Ég hef ekki hort á þetta síðan ég var svona örugglega 13 ára eða eitthvað. Ég veit að þetta var alltaf sýnt á eitthvað Stöðuð eða eitthvað. Sjónvarpssíma Já, eitthvað ská einum eða Já, eitthvað.
Já, eitthvað pottet. og það var svona í gangi og maður var alltaf wow, er bara ekki með Það var neitt alltaf mat svo og áður en einhver bíómynd byrjaði, bara svona dattast inn í þetta. Og ég held að það sé svona alveg geðskemmtilegt vinkonum mín datt inn í bara því serju af Survivor daginn, hún var bara þetta geggja það er bara sjúklega invested Já, bókaði að fyndi að datt inn í þetta aftur svo var líka hann Amazing Race Já, alveg rétt Það var geggja líka Það var líka geggja og númer 1 er sem vinsælustu sjónvarps bara raunveruleika þetta er of all time það er þáttur sem heitir The Real World Já, hvað er það? Og er búin að vera frá 92 til dagsins í dag. Hvað er það? Hef ekki hugmynd. Ég sjokkið að þegar þú googlar skilur hvað fyrst er realtífin, þá kemur eitthvað American Family, en þetta var svona fyrsta svo broadcastað eða eitthvað. Já. Aldrei heyrt þetta. Nei, þetta stendur hérna að þetta er sannsögulegt af þetta er tekið upp af 7 ókunnum sem eru valdnir til að lifa saman á svona einhverju svona lofti eða svona eins og hálofti eitthvað þannig eða a loft íbúð eitthvað og lífið þeirra er tekið upp bara til þess að komast að því hvernig fólk lætur þegar það hættir að vera kurteist og byrjar að vera real Áhugavert Þetta er bara svona experiment Þetta er örugglega eitthvað þannig The Real World. Þetta er eitthvað sem við þurfum að tjekka á. Þetta er svona Truman Show vibes. Kannski, já, það getur verið. What? Við þurfum að tjekka þessu. Já. En af þessum 20 lista, þú veist, að margt annað sem að koma hann ekkert óvart og þannig. Real Housewives var ekki þarna. What the hell? Það er náttúrulega líka, þú veist, að þeir svo marga series. Já, það er svo margar eitthvað. Beverly Hills, New York, Atlanta. Það lítur ástæðan. Það gáðu bara ekki valið. Já, það gáðu ekki valið. Við trúum ekki öðru. Nei, elskum Real Housewives. Já. En sem sagt að því ég tók þann lista af þessari síðu sem heitir Esquire þá tjekkaði ég samt líka á þú veist, raunveruleika þáttum samkvæmt IMDb og þú veist, vinsældum og þá er ekki verið að tala um stjörnugjöf þá er meira svona verið að tala um þú veist, ég held að vera að tala um svona áhorfs og þannig af því að þú veist, það er miklu fleiri búin að kjósa fyrir það sem er í 3. sæti heldur en í 1. sæti þannig að þetta er ekki stjörnugjöf þetta er meira bara svona, þú veist já, áhorfa og þannig. Númer 1 þar er The Great British Baking Show. Já, ok. Þannig að þetta er bara, þú veist... Þið þarf að horfa á þetta? Já, greinilega. Af því við erum líka að byrja að baka smá. Já, við erum ekki að baka. Ég mælum að horfa á aukaefni okkar. Á YouTube. Við að baka. Yes. Númer 2 er Long Way Up sem sýnist vera eitthvað svona, hvað segir maður, móturhjóla þættir. Já, þetta er sérst eitthvað 2 gæjar sem að ferðast á Harley Davidson. Ok. Suður-Ameríku og eitthvað svona. Keeping Up with the Kardashians nummer 3 4 Top Gear 5 The Masked Singer hefur þið tjekkað því? Það er sérst bara svona söngvakeppni og það eru þú veist dómarar bara mjög fræði dómarar nema allir söngvararnir eru með grímu á sér þannig þú veist ekki hver er að keppa alveg uppið Jordan Woods var til dæmis í þessu þeir eru með grímu nei ég er að tala um kannað ég er að tala um Já, ég held ég veit hvað að tala um. Ég var að tala um eitthvað sem dans, svona stjörnir að dansa. Það er svo fokk ég fyndi. Hvað er það? Þau eru eitthvað dans bara, þú veist, eins og hana, hvað stóðlega um mér. Gæsleikur nýjasta Spiderman, Tom Holland. Já. Hann tók, og hann gerði bara Umbrella-lagið með Rihannu. Hann var bara að dansa og bara svona eiginlega bara eins og Rihanna, skilju. Þetta var fucking gott. Það er þarna lip-sync, eða ekki? Gæti verið, já, það er ekki ekki Þetta er Masked Singer þannig að það eru alls svona stjörnur sem er að taka þátt í þessu og sumar bara fárlega frægar og þetta er fólk sem getur alveg vel sungið og einmitt stelpa sem bjó með mér í Bandaríkjunum, hún datt inn í þetta þetta var á Hulu, þannig að hún horfa á þetta þar og það var til dæmis, þú veist og svo eru allir keppindur eru með svona stóra þú veist, því ég segi grímur ekkert alveg sem við þurfum að vera með í bónus núna ég er að tala um bara, þú veist bara box á hausnum eða eitthvað nei, þú veist, þau eru eitthvað dýr já. Þú veist, þannig að þú veist kannski ljón og þú ert alltaf bara með ljónagrín eða þú veist svona já, ég sá Jordan í þessu já. Og og þú veist, og svo gíska sem sagt, þú veist, þeir sem eru dómarar þeir eru að gíska hver þetta er og eitthvað þannig og svo er alltaf einn sendur heim og þá er svona revílað hver þetta var og hvort þeir hefði haft rétt fyrir sér og ég sá einmitt eitthvað, datt einu sinni var eitthvað að horfa með henni og þá sá ég einn af dómurum var bara að gíska bara, þetta er Björk frá Íslandi, þetta er Björk What? Það var þetta ekki Björk, skilja en þú veist þannig að þú veist, það er alveg fárlega frægir sem að fara í þetta líka eins og Björk okkar En er það bara frægir eða er líka bara venjulegt fólk í þessu?
Það eru bara frægir. Bara frægir, þannig að þið eru alltaf bara að snýst að giska. Það ekkert eitthvað að vera að reyna að finna út hvort þið séu góð að syngja. Jú, líka það. Þau komast ekki áfram með því að vera góð og allt það skilur. Þannig að þú þarft að vera góður. Þannig að Jordan Woods til dæmis náði ekkert langt inn að því að hún ekki kannski komin í að blant í söngferlunum eins og ykkur annar. Nei, en er það bara einn þáttur þá? Nei, þetta er serja. Þannig að þau eru allan tíma með grímu. What? Crazy. Já. Já, þetta er alveg með 5. Ég ætla ekki að fara þetta allt saman. Ég bara segja hvað eru misjöfnir listar. Já, algjörlega. Below the Deck er nummer 6. Það er mjög vinsælt. Það er, þú veist, eitthvað svona, þá er geðvitt ríkt fólk á, þú veist, svona snekkjum og er að fara Karibían og er að, þú veist, líka finna ástina og rífast og allt það svona. Ok, ég held að það væri eitthvað svona skiluru, svona þjónustu fólki á þeim bát. Já, þú veist, þau eru þjónustu fólki þar og stundum eitthvað svona að mér skilst þá, þú veist, verða sumir saman og sumir hægt saman og eitthvað þannig. Svona Vanderpump Rules nema yacht version. Já, eitthvað þannig. Já, svo er eitthvað nummer 7, The Cabin with Bert Kreischer, ég veit ekkert hvað það er. Og eitthvað svona 9 Hells Angels, 10 Bachelorette og allt það. En þannig að þetta eru 2 mjög misjafnir listar, en ég held að þetta sé byggt á smá núna. Heldur en, þú veist, kannski hitt, ég veit ekki. Já, getur verið. En já, hvað tókst þú saman? Varstu með hvað tekið saman? Já, ég tók saman bara svona mest iconic þættina og þú ert búin að segja á alla. Já. Nema Hell's Kitchen. Ok, geggjað líka. Og Dr. 90210. Það er náttúrulega, kannski skilja þetta að því að þú veist þessi listi, þessi 20 bestu, að þeir eru iconic, það ætti að vera á listanum. Þeir eru allir á listanum. En mér finnst það iconic, skilur. Og mér finnst það, Hell's Kitchen og Dr. 90210 vantaði hana inn á, sko. Ég er sammála. Esquire, Fix Your Shit. Og Real Housewives á hendalega. Ég segi það, algjörlega. En hvað þætti varstu með skrifanir? Real Housewives, RuPaul's Drag Race, Keeping Up with Kardashians, Love Island, Top Chef, My Super Sweet 16. Varstu með það skrifa? Geggjuð. American's Next Top Model, Amazing Race og Survivor og Hell's Kitchen og Dr. 90210. Og það sem ég skrifaði að sem ég langar að sjá var Simple Life og Vanderpump Rules. Já, sem ég langar að horfa á. Já. Geðvikt. Ég er alveg samlæður að þetta eru svona, þú veist, iconic og auðvitað þeir sem eru held ég bara lang þekktastir. Algjörlega. Ég tók síðan lista af þeim sem eru í raun gleymdir. Ok. Að þeir slóu ekki í gegn. Eða þú veist, sumir slóu náttúrulega í gegn, en aðrir ekki, en þeir eiga það allt eiginlega samlegt að vera með mjög stuttan sýningatíma. Það oft gefur okkur mjög góða svona hugmyndum hvernig þessi þættir voru. Af því að þeir sem eru mjög góðir, eins og þessi sem að þú varst að nefna, þeir hafa verið í dágóðum tíma. Já, true. En það er öðru sem þessa. Samt fyrst þar á lista sem ég skrifaði er My Super Sweet 16, af því að það var bara frá 2005-2008. Það var frekar stutt. Já. En það voru geggjað þættir. Já, það voru iconic, sko. Svo er ég með The Ashley Simpson Show. Þetta er sem sagt, Ashley Simpson er sem sagt litla systir Jessica Simpson. Þú veist, bara basically voru þessi þættir bara 19 ára stelpu sem átti við eitthvað strákavandamál og var mikið að lita á sér hárið og eitthvað svona, þú veist, og hún var að reyna að verða, þú veist, eitthvað söngkona. What? Þú veist, og þetta var bara í 1 ár á MTV. Allt ekki að finna að fá bara svona sína eigin seríu. Það eru nefnilega fáránlega margir. Rosalega margir. Hún að fá sína eigin seríu. Já, bara eins og þegar hún farið í Love Island þáttinn, það var bara eiginlega allir af þeim búin að fá eitthvað spin-off sem virkaði svo ekki. Einmitt. Já, það er nákvæmlega. Við vitum náttúrulega öll af Simple Life og það er ekki eitthvað sem ég gæti skrifa niður sem gleymdir. Nei. En þeir hættu 2007. En þá var Paris Hilton ekki hætt, sko. Af því að 2008 byrjaði með nýjan raunveruleika þátt. Hætti. Ég man smá eftir þessu. Og svona því ég lagast á var ég bara, what the hell, ég var búin að gleyma þessu. En ég hef örugglega séð 1 eða 2 þáttur þessu á sínum tíma. Paris Hilton, þú veist þetta Paris Hilton, My New BFF. What? Hún var sérst Nicole Richie, hættu í eitthvað smá tíma að vera vinkonur. Hann að þessi raunveruleika þáttur snerist það að finna handa Paris nýja bestu vinkonu. Vá, hvað svo næs. Það er ógeðislega fyndið. Þannig pældi ef við myndum eitthvað mann bara fall out eins og Bretarnir myndi setja.
verður bara eitthvað svona með nýjan raunverulega þátt í leita nýrri bestu vinkonu. Ef við hættum með vinkonur og bara gerum podcast bara, já, ég að leita mínu næstu bestu vinkonu hérna. Ég ætla að gera það og þetta var bara keppni. Og þau voru bara, þú veist, þau voru að keppa athygli Parísar á meðan hún leta á, þú veist, sanna að þeir geta hangið með henni. Og hún kom ógeðslega fram við það og eitthvað þannig. Hver myndi vilja vera vinkona hennar ef hún svona? Þetta var frá 2008-2009. Þannig að þetta gekk í ár. It's a flop. En ógeðslega fyndi, ég var svona, já, það, ég veist, geðveikt grillað. Já, mjög. The Osbournes. Já, vá, ég mann þeim. Þetta er alltaf ekki gleymt. Pínu iconic. Já, hún gleymir þessu, sko. Já. Ok. Mér dætti ekki í hug, en vá, hvað ég mann eftir þessu. Já, það, ég horfði á það, sko. Ég líka. Það var sýnt eitthvað stærðan í Íslandi. Var það ekki sýnt á í? Jú, það var sýnt á í. En hvernig voru við að horfa á þetta? Í gegnum í? Nei, það var sýnt á MTV. Eða það? Já, ég með þess hvernig er. MTV. Já, eða það. Já, og Ísland var alveg opið fyrir MTV. Já. Líka í. Og það? Já, ég var alltaf með í. Ég var ekki með í. Já, með MTV samt. Það var hérna stál afreglanum sem hún alltaf að tala um. Það var í líka hjá mér, sko. Ég man einhvers. Og Cartoon Network og allt þetta. Já, true. Það var allt þetta shit. Það var svona auðvelt að ná allir stöðum þá. Hungrís, hvað er það núna? Já. What the hell? En já, Osbournes, það var bara, þú veist, þetta var alveg 3 ár. 2002-2005. Var það stutt samt? Já, ég hennblæði það alveg haldið, þetta var eitthvað 10 ára. Já, líka. En horfði vandræðilega mikið á þetta, sko. Já, að þetta virti svona sem þetta væri bara eitthvað eilíf. Já. En ég man samt ekki eitt atvikur sem þáttum, sko. Nei, ég man bara eftir að horta á þetta. Í einu svona atvikið sem að ég man er bara svona Sharon svona eitthvað Asi, eitthvað svona öskra hann og hann alltaf eitthvað út af friðin hann eitthvað hann var það, sko. En þetta voru svona basically Kardashians þeirra tíma, eða skilur á þeim tíma, þess áratugs. 2002-2005, já. Svo kom þættir. Ég fylgdist með þessum þáttum. Það var Newlyweds, Nick and Jessica. Nick and Jessica. Það er sem sagt Jessica Simpson og Nick Lachey. Horfður á Love is Blind? Ég horfði þetta fyrir þetta eitthvað, ég gæti ekki meir. Nick Lachey var sem sagt kynnirinn, gæinn, og hann var með konunni sinni. Og þau voru svona eitthvað, welcome everyone, eitthvað svona. Hann var sem sagt giftur Jessica Simpson, sem við veitum hver sem verður tónlistakonan. Þessi þætti voru frá 2003-2005 og þau voru nýgift á þeim tíma. Þannig að þetta fylgdi lífi þeirra, þú veist, hvernig er að vera nýgiftur og sýndi hversu erfið, þú veist, sýndu erfiðleika hjónabandsins og eitthvað svona. Og það er eitt iconic moment í þessu, sem svona allir sem að horfa á þetta ætti að muna eftir. Og ég var sko að horfa þetta aftur á YouTube og ég var að grenja. Þau sita í sófanum. Bara eru, þú veist, eitthvað svona, hann er að horfa á eitthvað fótboltaleika eitthvað. Og er að borða kvöldmátti sinn. Og hún segir, is this chicken or is this fish? I mean, I know it's tuna, but is it chicken or is it fish? What? Já. Og þetta er bara, ég held að þessi setning hafi hóndað hana til dagsins í dag. Greið? Já, og hann horfir, hann ángríns valla svara en hann horfir bara á hana. Hún bara eitthvað... Hann bara varst segið í myndaðil. Já, og hún var bara eitthvað svona, og hann eitthvað svona, hann er bara svona, ha? Og hún er eitthvað svona, is this chicken or is this fish? Og hann ekki, veist, hann er svona, you've had tuna before. Veist, það var bara svona, akkurat, er þykja sér að döða, skilja, hvað er gangið hérna? En þá sem sagt, svona eitthvað, no, but it says chicken of the sea. Þá er sem sagt eitthvað brandi heitir chicken of the sea, skilja, því að tuna er jafnvinsælt og kjúklingur er, þú veist, kjúklingur eða eitthvað þannig eftir það. Alltaf hana, en geðslega fyndi, þau skildu árið 2006. Það var bara the breaking point. Þetta er búið. Oh my god. En þetta var líka á MTV. Já. Svo fekk Britney Spears og Kevin Federline. Já, ok. Þau fengu seríu sem hét Chaotic. Já. Basically lýsir þeim. Þetta voru 5 þættir sem voru sko alls ekki vinsalir og voru árið 2005. En vá, myndi maður ekki alltaf, ef eitthvað svona stór stjarna myndi gefa út reality TV, væri maður ekki alltaf bara ég til að horfa á þetta, þú ert lélegt, skilur. Maður myndi halda það. Ef Beyoncé væri bara með einhverju ömurlega þætti, myndi maður ekki horfa á. Það er málið, maður myndi halda það. En það er greinlega, þú veist, það er greinlega ekki samansmerki að setja fræga mannesku í raunveruleika. Nei, kannski ekki. Þú veist, við bara, af því sem við erum að sjá, sjáum við það. Kannski þarf þetta að vera alveg bara, já, alveg
þessi raunveruleika stjarna, Já, skilur þú veist, kannski vera tilbúin til þess að opna þig miklu meira en þú ert tilbúin til þess að gera og þú veist, ef þetta bara eitthvað svona eins og að fylgjast með, ég veit ekki, skilur þú veist, ef það ekkert persónulegt Einmitt. Eins og hérna Lisa Rinna og Beverly Hills segir alltaf, þú veist, bara þú verður að opna þig til þess að þess að þegar við erum að hleypa inn þú verður að sína allar hliðanar af þig, skilur þú getur ekkert verið með filters bara að velja og hafna hvað henta þér þannig að þú veist það hlýtur að vera en hún segir hérna, Britney segir hún hefur komið fram og sagt að þátturinn hafi verið að versta sem hún hefur gert á sínum ferli það er svaklega orð svo bara eitt þáttur sem við bara gleymdum skilur, eða þú veist, bara fólk hann var bara fucking iconic og maður er ekkert mikið að ræða hann í dag það er Pimp My Ride ok, bákum þér að góðir þeir eru geggjaðir Pimp My Ride án gríns það sem þau voru að gera þessa bíla sko það var eitthvað svona jóng þau voru alltaf farið upp og niður skottu upp og niður, þetta var geðveikt það var geðveikið þættir án gríns Give Me More Tea og hérna, já, allavega Pimp My Ride, þau voru frá 2004 til 2007 á MTV ég mist þó sko án gríns ok, ég verði til að horfa Pimp My Ride akkurat þannig sko án efa það voru svo góð þættir sko svo, ég vissi ekki en Lohan fjölskyldan voru með raunveruleika þætti að það? Já, en ég er að segja að það er ekki nóg að vera bara stjarna og signa upp fyrir þátt og halda bara eitthvað í sigra heiminn it doesn't work allavega ekki á þessum tímum í dag væri það örugglega af því að við lifum á svona tímum þar sem bara allir eru sjúkir content, skilur True. En þú, á þessum tíma, þú komst ekki að dagskrálið, skilur Nei. Þú þurftir að komast að í sjónvarpinu Þetta er allt öðruvísi í dag Sko, það er nefnilega svolítið máli en samt það er ekki eins og það virki þetta er ekki uppskrift sem virkar fyrir alla Nei, þess að við höfum bara séð spin-off þættina með, þú veist Chloe Lomar og, þú veist, og Black China og Rob Kardashian, skilur við þetta náði ekki nærrum því algjörlega ekki, sko sem ekki að skrýta þegar maður myndi halda bara át og allt sem að þær gera virkar þetta væri, skilur Kim og Kanye bara, skilur þá var þetta við myndum halda það já, kannski ekki kannski er það bara heildin kannski er það bara eitthvað kemistri á það milli og kannski voru að þess vegna hætta með þættina taka ákvörðun að hætta því að ef að Kourtney er farin að vilja hætta er þetta þá sama kemistri og allt það Jú, maður veit ekki. Það er skrítin alltaf fyrir þær að vera í reality TV og þurfa alltaf að sleppa partinum sem Kourtney er, skilur. Já. Af því að hún er alltaf bara risastór partur af lífinu þeirra. Það meikar eiginlega ekki sens. Það verður að vera allar og alveg niður bara ekkert, sko. Það er bara sem ég algjörlega, sko. Og það er svona held ég bara að það er nokkuð augljóst en þetta er ekki uppskrift sem að virka fyrir alla. Nei, algjörlega. Ég er bara, þú veist, saman hversu frægur þú ert. En já, þetta var sem sagt Living Lohan, hétu þættirnir, voru 2008 og þetta var ekki meir en eins, þetta var bara 1 ár sko veist, bara 1 sería þetta var sko aðalega með áherslu á mömmu Lindsay og systurnar þess að það var ekkert verið að fylgja Lindsay Lohan hún er bara ekki signed up skilur þannig að líklegast þú veist, hefði hann verið kannski aðeins vinsælli ef að Lindsay Lohan hefði verið með það var 2008 hún svolítið svona stór stjarna þá sko hérna, já það er mjög skrítið já, mjög spes svo er eitt sem komur óvart sem ég vissi ekki, þetta er pínum fyrir okkar hérna Real Housewives fans sem er að núti en Denise Richards, hún var með sin eigin þátt What? Já Í alvöru? Já Hún og Charlie eða? Sem sagt, þetta hét It's Complicated Oh no Já var 2008 til 2009 og þetta var sem sagt eftir að þú veist, ok, Keeping Up kemur á 2007 og bara nær því líkum vinsöldum eiginlega bara á fyrsta ári þannig að Ryan Seacrest var svona, vá, þetta er bara geggja, þetta mun bara virka fyrir alla. Þannig að þetta átti að vera svona framhald af, þú veist, Keeping Up the Kardashians, eða svona næsta jafnstórt og Ryan Seacrest er að prodúsa þetta og ég meina hann prodúsar hinn þættina og þeir ganga fárlega vel, þannig að aftur myndi maður kannski íhuga, þetta áttur að virka. Það er mig. Þetta var ekki nærriðis vel hefnað, samtalið, þú veist, var alveg góða svona reytingsum þetta, þú veist, svona nokkuð skemmtilegt, segir fólk. En þá er við að fylgja Denise Richards og hennar fjölskyldu eftir skilnaði við Charlie Sheen. Fuck. Það er alveg áhugavert að horfa á það. Pottið, sko. Og þættirnir voru svona snerið svolítið mikið það að reyna að sýna fram á að Richards sé ekki bara einhver stjarna heldur líka venjuleg manneska. Þú veist. Nú reyna að fá svona þau voru svo umtölu í fjölmiðlunum. Reyna að fá svona sjáu mig fyrir mig, skilur. En ég get alveg trúa því að þetta hefði verið miklu áhugaverðar að hefði maður fengið að sjá þau gift
The Gift. Þú veist, ef þetta hefði ekki verið eftir skilnað, skilur. Já, Þetta The verið- Gift. The Gift. Já, nei, þú veist, bara Denise og Charlie saman. Já, gufu, já. Það hefði verið geggjað. Það er ekki verið hægt, það er ekki verið bara sjónvarpsæft, sko. Nei, það er ekki fyrir börn. Nei, það er ekki fyrir svo, nei, en það er rétt hjá þér. En svo líka Lisa Rinna. Nei, var hún með? Já, Hæ? eina serju árið 2010 af Harry Loves Lisa. Ó, bestu. Já. Og þetta er sérst áður en hún fór í Real Housewives of Beverly Hills. Þess vegna er hún svona vön myndaalunum. Já. Maður myndi halda að það væri því hún var leikona. Já. En hún er bara svona lappar inn eins og hún hefur bara aldrei gert annað, skilur. Ég heldur sé bara sjúklega mikið hún sjálf. Já. En þetta var bara ein serja, sko, þetta var algjört flopp. Æ. Já, og Þau tvö líka. Já. Hann er svo ókslega svona chillaður og hún er alveg bara andstaðan. Og það er einmitt máli, sko, að því að þetta áttu bara að vera sína svona hennar hjónaband með Harry Hamlin, sem er sérst maður hennar og stórleikari. Já. En þau bara það fannst engin áhorfendahópur fyrir þetta. Nei. Hvernig finnst þetta skemmtilegt? Svona, eldri hjón, en þú veist, þetta er ekki hjón sem voru að gifta sér í 20, skilur, þetta var ekki eitthvað newlyweds. Og þú veist, svo var svona kvóti stóð eitthvað svona It's hard to imagine anyone being particularly wild about Harry. Því hann er svo, eins og þú sagði, hann er svo chillaður, skilur, hann var, þú veist, þetta var bara hún að reyna eitthvað að halda þessu uppi og þetta bara þeim gekk ekki. Þegar maður sér þau líka í þáttunum Real Housewives, þá er hann alltaf bara, já, bara þau segir ekki neitt, skilur, hún er bara út allt. Einmitt. Líka bara svona myndbendur af henni á Instagram dansa, hann situr hann bara í hotninu og líka bara að prjóna eitthvað, skilur, hann svo chillaður. Einmitt. Þannig að það er slöglust að þetta gekk ekki upp. Svo er það, þú veist, enn og aftur, þar sem maður myndi halda myndi ganga, að því til dæmis Jersey Shore, eins og við töldum upp á hann, einn af 20 vinsælustu þáttum, raunveruleika þáttum heims, hann Pauly D fekk sinn eigin þátt. Stopp. Já. The Pauly D Project hérna. Mér rámar í þetta, sko. Já, þetta var árið 2012 á MTV. Já. Og hann hérna, þú veist, var eitthvað svona í leit sinni að verða frægur DJ. Og þetta var fylgjunum í því ferli og það var bara enginn sem horfði á þetta. Vissulega voru svona die hard Jersey Shore fans sem að fylgdust með, en þetta var ekki nóg vinsælt til þess að halda áfram. Nei. Svo var eitt bara geðveikt styktur þáttur árið 2014. Heyrðu, þetta var I Wanna Marry Harry. Ok. Ha? Já. Harry who? Sérst Harry Bretaprins. Ha? Já. Þess að löngu áður að Meghan Markle kom til sögunar, þá var sérst reality, eða raunveruleika þáttur á Fox sem að hét I Wanna Marry Harry. Var hann það partur af þessu? Wait for it. Og það er eiginlega bara það er eiginlega bara ekki hægt að trúa að þetta var actually komið út og þetta, eitthvað var bara þetta ekki hugmynd og gerum þetta. En það var sérst 12 amerískar konur sem voru að keppast það að giftast Harry Bretaprins. What? Nema það, þetta var ekki Harry Bretaprins, heldur var þetta svona eftirherma á honum. Nei. Jú. Sem hét Matthew Hicks og svo var þættinum cancelað eftir fjóra þætti. Pældi í því. Elizabeth Bretadrottning hefur bara hringt og bara heyrðu, cut the bullshit. Mér líður þess að sé bara svona allt annan vibe að ég myndi fara búa í Ameríku og fara á netið. Og ég var bara það er bara reality TV shows bara, allir að sæna sig upp bara, fyndu Harry Bretaprins, þú veist. Fólk bara, hérna bara geggjum hugmynd, ég ætla að gera það. Hann er pottið búin að skrá sig í þetta. Og ég heldur það þetta væri hann. Já, apparently. But it wasn't the actual Prince Harry. Fuck það fyndið, það er fucking fáránlegt. Það er comedy. Já, þannig að mér fannst bara verst að taka þetta fram þótt ég hef aldrei heyrt hann þátt eða séð hann, en þetta er bara fyrst svo var Kendra. Já. Kendra Wilkinson, hún hann sem var hún var frægust fyrir að vera í Girls Next Door. Já. Eitt af bara Playboy bunnyunum sem var með Hugh Hefner. Hvað hétu þeir á þessu? Kendra og gæinn hennar, maðurinn hennar ekki? Jú, eiginmaðurinn hennar. Nei, var þetta ekki hún og maðurinn hennar? Hún gifti sig? Jú, eiginmaðurinn hennar. Eiginmaður, og það er yfirmaður. Ég heyr ekkert. Nei, eiginmaðurinn, það var það og það var mástu eitthvað gestort mál. Manst ekki? Já. Ég var ekki fylgjast með þessu þáttum, en hann hélt víst framhjá henni með einhverjum sem er klæðskiptingur. Já, okay. Og það var gestort mál á því að þú veist þessi þættir voru frá 2009 til 2011 og þá var þú veist ekki mikil umræða það þá. Og
hún tók sér bara gett illa og var að segja gett aðsnaðlega hluti þá bæði mannin sinn og svo klæðskiptinga, skilur. Já, meinar. Þannig að þetta var alveg svona, já, einmitt, en hún frægust fyrir það, þú veist, hún fékk sín eigin þátt eftir að hafa verið í Girls Next Door og eftir að þeim var þarna skipt út fyrir nýri Playboy Bunnies. Yngri útgáfur. Já, ég samt veit ekki, sko, hún tók eitthvað aftur saman með manninu sínum, hvort þau séu kannski ennþá saman í dag, geti vel verið, sko. Já. En svo... Ég horfði okkur nokkar þetta á þessi. Já, ég líka, eitthvað nokkra, sko. Já. En ég var til að tjekka á þessu, þetta var skemmtilegt. MTV Cribs. Ég man ekki. Þú veist að grínast. Það sem maður fór heim til fræga fólksins hey, welcome to my crib. Já, það var ekki. Ég vissi ekki að héti þetta. Jú, MTV Cribs, þetta var svona, þú veist, maður fekk að sjá mér í Kerry, bara, þú veist, geðveikt mikið. Þú veist, og... Þess að fyndi hvað þið gera, þú veist, þetta koncept að fara heim til fræga fólksins, gera það svona trash, svona, welcome to my crib, skilur, eins og þetta sé ekki höllu eða eitthvað, skilur. Og það var alltaf eitthvað, nákvæmlega, þetta var alltaf bara svona, þú veist, já, og svo bara fer ég niður þetta litlu hólu og allt í hennu komin í nýtt hús og maður bara svona, það var alltaf eitthvað svona fárlegt og maður var alltaf sínin í skápinn sinn og maður alltaf eitthvað, wow, hvað mikið að djús það er alltaf svo mikið að drikkjum og eitthvað, en já, þetta var geggjað þættir, þeir eru alveg frá 2000 til 2011, sko, það var alveg 11 ár. Það er bara búið með alla stjórnum þess bara. Já, sturlað. Þetta er svona þáttur sem er bara ógeðslega auðvelt að binge-watcha. Er MTV enda starfandi? Það er bara fáránlega góð spurning. Ég hef ekki hugmynd. Akkur veit ég það ekki? Nei, ég hef ekki hugmynd. Ég held ekki. Ángriðs ég þetta ekki. Ef ég hugsa allir þessar þættir sem er gefnir út í dag, þetta er Bravo í stundum Fox og eitthvað svona þannig. Ángriðs. Ég bara mitt. Og svo síðasta sem ég skrifaði sem er svolítið svona gleymt. Jú, það er alveg landa til, sko. Já, ég veit ekki alveg hvað þeir eru að gera. Kannski bara endur sína allars geggju þætti að þeir eru hvað sem er geggjaðir. Ángríns, getur verið. En síðast er Snoop Dogg, hann var með raunveruleika þátt. Og það var ágætt til að horfa það. Snoop Dogg's Fatherhood. Hljómar bara vel, sko. Þetta er bara svona fylgir Snoop Dogg, hvernig hann svona balansar því að vera pabbi og rappari. Nice. Þannig, þú veist, og ef þú eitthvað velti fyrir þér, hvernig ætla að sé að vera barn Snoop Dogg? Það er þetta þættir sem þú getur horft á og komist að því. En þetta voru svona, já, þeir glimtu sem ég skrifaði niður. Þetta var gott flashback með þér. Finnst það ekki? Jú. Sumt sem maður vissi ekkert af. En sumt sem maður var bara, oh my god, já. Ángríns. Það sem er eittir miklu tímum saman sem voru eitthvað horfa MTV og og eitthvað svona eitthvað vittleysu. Ég veit það. Og ég var alveg svona áðan þegar ég var að, þú veist, taka þetta allt saman. Ég var bara, ég ætla ekki að tína þessum lista eða, þú veist, ef ég tínu lista og hlusta eftir hann og þáttu skrifa þetta allt niður af því að þetta er eitthvað sem að þegar það kemur til með að ég mun fara í fæðingarlof þá ætla ég að horfa alla take notes ég bara take notes, sko, vera bara svona hvern var þessi Britney Spears og Kevin Federline þetta er það ömulegir, ég ætla að fara að tjekka ég er að fara að koma með þér í þetta fæðingarlof og horfa á þetta með þér, sko jokes, þú veist, hvernig var Denise Richards eftir hún skildi við, þú veist, Charlie Sheen ég er alveg til að vita það ég líka til að sjá svo Britney Spears þætti og bara svona, af hverju var þetta flop og þú veist, I wanna marry Harry Við langum mjög mikið að sjá það Ég var alveg til að horfa á Osbournes aftur þú veist, mikið eitthvað sens eða var þetta bara eitthvað það er úr það fyndið að pæli horfa á þetta allt aftur, sko Já, það var geðvikt En svo spurðum við líka Our People Áður fyrir mig það ætla ég að segja ég tók saman nokkra íslenska raunveruleik þetta Herðu, já Það er alveg rétt Það hefur aldrei verið eitthvað mikið þeng Nei Jú, þau hafa reynt Ég er að segja það var aldrei verið eitthvað svona banger fyrir utan alltaf æði hjá Pata Hæmi, sko? Já, það er ekki sambund, það er ekki að bera saman. Nei, það er mjög góð þættir, en allt hitt er bara svona, what the hell? Eða svona mikið af öðru. Ég held að eina sem kannski hafi virkað, og nú er ég að tala með raskatinu, ég hef ekki hugmyndu hvort þetta virkaði eða eitthvað þannig, þannig að þú vinnur hjá þeim sem framleitu þetta, það er kannski að fara með villsmál, eða bara eitthvað, en ég held að djúpalögin hafi verið svolítið vinsæl. Já. Held það. Gæti verið. Ég man það ekki. Þú veist, ég veit það ekki. Ég veit ekki hversu vinsælt það var, en það var, þú veist, maður man eftir. Já. En svo náttúrulega, íslenski bachelor. Hver var íslenski bachelor? Ég man ekki hver það var. Nei.
Það var actually sería, það ekki? Það bara pabbi eitthvað sem er að hlusta kannski. Hann átti bara, ég verð að reyna að googla. Við erum ekkert að finna út hver þetta er. Það er ógeðslega erfitt að finna eitthvað þessu íslensku raunveruleika Já. Að því, það er bara voða lítið það. Það er eins og að bara verið að reyna að grafa þetta allt. Vá, þetta var að koma árið 2005. Já. Oh my god. Það er ekkert að finna. Ég veit vita hvað þessi maður er að gera í dag. Ángríns. Ég verð til að fá hann í þáttinn. Ángríns. Það er mynda hann. Sér ekki mynda hann með eitthvað? Jú, ég sé hvað mynda hann Ok, Steingrímur Randver Eyjólfsson heitir hann. Sorry ef ég er að neymdropa pappa henni af henni eitthvað. Það gæti verið, ég veit ekki. 2005, I don't know what he's doing. Allavega ef ykkur þekkir hann þá værum við til í að fá smá viðtal við hann. Nei, ég væri svo mikið til í það. Já. Eða bara eitthvað stelpur sem fór í hann þátt. Eða það, ef þú þekkir eitthvað keppanda. Já, eða þú ert keppandi. Eða varst. Og líka hvernig enda þessi þættir? Enduðu þau saman? Er þau kannski gift? Mér langar að sjá þessa þætti. Mér líka, og já, láta okkur vita hvað við getum fundið þessa þætti. Ángríns. Ef ykkur vinnur, þetta var náttúrulega Skjá einum. Ef ykkur veit hvað safnað Skjáunum er geimt, let us know. Geð okkur copy. En já, það var það og svo var náttúrulega Idol og Íslenska talent, skilurðu. Ó, elskaði Idol. Idol og geðveikt. Fylgdistu með Idol? Já. Hver gerði ekki? Hver er frægastur úr Idol? Ég sá allavega MC Gauti fór í Idol. Já, hann fór mjög ungur, sko. Ég hafði ekki hugmynd það. Nei, ég hef bara séð svona The Audition-vídeóið af honum, en ég hef ekki. En ég held að svona frægastur sem er ekki kannski, fyrst það eru ógstamargir frægir, Ingo Viðaugu var í Idolinu og eitthvað og fullt af ógeðslega frægu fólki, en bara svona frægastu fyrir mér að því ég held svo ógeðslega mikið með honum var Kalli Bjarni. Já, ég vissi bara að segja það, hann satt ekki frægur dag. Nei, ég segi það, ég var svona, ef ég hugsa Idolið þá hugsa ég alltaf Íslenska Kalli Bjarni. Íslenska Kalli Bjarni, alltaf, bara átó. Svo var ég einhvern Aron var í 12.0 og á síðasta árun hans, hann var í 12.0 á síðasta árun hans og í síðasta þættinu sem þeir gáfu út gerðu þeir nýtt intro og þeir áttu að vera eitthvað svona þeir áttu að vera eitthvað geggjaðir, svona strákarnir sem voru í 12.0 áttu að vera svona geggjaðir eitthvað, ég veit ekki, töffarar, skilur, og voru allir í jakkafutum og eitthvað, og mæti inn í Vestló og það er búið að fylla Vestló af hippum, og hann spyr mig eitthvað svona, getið þú komið að vera bara svona eða skilur svona fyllin, einn á hópnum og eitthvað, ég fekk að taka ykkur af vinkunum mér með og eitthvað, ég bara, já, get næs og eitthvað, bara pizza í hátteginu og eitthvað, og aðal hippin þar, svona yfir þessum hóp sem átti að vera búin að taka við Vestló, var sérst Kalli Bjarni. Já, ok. Og hann var að leika í þessu, skilur, og ég var bara allir tjóra, oh my god, það er Kalli Bjarni. Ég var bara fangurlega Kalli Bjarni. Þarna var hann sko löngu hættur og örgulega búin að fara í fangilsu út úr því og allt það sem hann er búin að gera. Og ég var að byrja fyrsta ára mín í MS, sko. Ég man ekki hvernig maður lítur út, sko. Nei, ég var bara, hvað þetta er Kalli Bjarni? Ég er sjálfki. En það er að finna þetta intro á YouTube, þetta er mjög fyndið. Já, það tjekka því, sko. En já, Kalli Bjarni, Idolið. Já, Idolið og Íslenska talent og var ekki líka eitthvað X-faktor eða eitthvað? Jú, það er ekkert svo langt síðan það var. Það er alveg mikið eitthvað svona þannig þáttum. En var það kannski bara Íslenska talent? Ég veit ekki, það getur verið. Nei, það getur verið. Ég fylgdist ekki með því, við ekki það. Nei. En eitt svona flashback á tekin. Oh my god, já, eins og pönt. Já, með auðvita. Já. Það er svo góður, ég var að horfa eitt svona sketsend á þann og það var svo fyndið, sko. Þetta er bara... Hvaða fólk var hann að taka? Bara fullt af liði, sko, bara alla svona fræga, skilur við. Ég veit ekki gæslega, bara allir mjög frægur í Íslandi, skilur við. Já. Bara, já, fullt af fólki, sko. Geðvikt. Svo góðu þættir. Já, þetta er svo fyndið. Eftirgerða var hann að Punk með Ashton, já. Það eru geggjað þættir. Þeir eru geggjað líka. Ég man svo vel eftir þeim. En svo einn þáttur, ég veit ekki hvort þú manst eftir þeim, allt í drasli. Ég man eftir þeim. Veistu hvað, ég hugsa oft til þennan þátt. Það er eitt sem ég man svo vel eftir þess að það, oh my god, I missed those. Ángríns. En það var í einum þætti, þar sem hún segir við eitthvað svona, eitthvað, já, þú getur þrifið, sko, í post, allana, ok, það sem ég man alltaf, hún sagði að salt, að það, rispar sem sagt vaskiðin. Ég man þetta bara alltaf. Salt, rispar vaskiðin. Já, þannig ég er alltaf svona ef ég salt í mati eitthvað, eitthvað frík út eitthvað. Hvernig var þetta eina sem festist í haustum? Eina, finnst það ekki segja mikið um mig. Þetta var bara eitthvað,
ok, salt, það rispar stál allir Samt fólk að nota saltskrúpa og hvað hann í verkið. Já, en þú þarf bara að passa að þrífa strax úr. Já. Það var eitthvað þannig, hún kom eitthvað Áhugavert. ætla hún hafi ekki verið að segja gæðinum eitthvað, þú getur þrifið þetta með salti en þú þarfst að taka það úr. Já, við erum náttúrulega seinustu mannskið til að koma með ykkur ráðum hérna þrif. Já, 100%. Það er svona eina sem sat eftir hjá mér að því að ég hef ekki lært mikið, en þetta voru geðvikið Það þættir. voru geggjaðir. Það voru fólk, tvö fólk, einn maður einn kona ekki, og voru að fara heim til fólks og þrífa hjá þeim, eða ekki? Jú. Og skipuleggja og eitthvað. Veistla. Og líka maður var alltaf bara svona, vá, hvað mikið drasli á þessu. Já. Svo er þetta bara eitthvað Gunni frændi Bóttið. Og maður líka svona, þú veist, hefði maður verið aðeins eldri, þú veist, að við vorum alveg ungar. Já. Þá hefði maður örugglega verið að fokki og vera, þú veist, sæna, þú veist, þig með manns eða pappa eða eitthvað svona, eitthvað. Og sendi eitthvað sjónvarslega hindín. Ógeðslega fyndið. Gríms. Það er einhver að byrja þessa þætti aftur. Please. Bara Sólrún Diego eða eitthvað. Það væri geðveikt. Það væri geggjað. Við ætlum að Sólrún, we would watch. Já, alltaf mátt koma heitil okkar og skipulega. Handjóks. Það væri geðið. En já, svo náttúrulega var bara djúpulegin hana. Já. Djúpulegin. Sem var eitthvað svona... Svo líka ameríski draumurinn alltaf. Auðvitað. Og svo náttúrulega... Og evrópski draumurinn og asíski draumurinn. Allir geta dansa, skilur. Það er líka raunveruleika þáttur. En það er yfirleitt svona meira, ekki svona reality TV, svona Kardashian vibes, ekki svona bara fylgja einni manneski allan daginn. Nefnum Patti. Nefnum Patti, ég að segja það. Það er örugglega eina. Já, 100. Eina íslenska. Og hérna, það er meira svona competition, svona skemmtilegt, svona einhver að fara eitthvað eða eitthvað hannig. En þú veist, ég held að við höfum ekki þórað, ég held að Íslendingar hafi ekki farið út í hitt. Nei, það líka bara gengur betur upp að fólk sé að gera sjálft á samfélagsmiðlum. 100%. Það er bara nákvæmlega sem allir eru að gera í dag. Nú eru allir bara meira raunveruleika þátt. Já, nefnilega. Það er alveg geðveika punktur. Þannig að það gengur bara best og þú veist, þá ertu bara með rétta markhóp og allt þetta, skilur. Svo er spurning, svo er náttúrulega, já, sumir hleypa meira sér í stóri og þannig og á samfélagsmiðlum heldur en aðrir og... Algjörlega. Þetta er very interesting. Já, svo voru sko einhverju þættir, tengd og bara sem frá þeim daginn, ég man ekkert hvað heita, en það voru einhverju þættir, sem að hún man eftir, íslenskir, þar sem að, þetta var svona leita ást eða eitthvað þannig, og þetta var á, bát eða snekkju. Á Íslandi? Já. What? Og ég vona ég sé að fara með rétt, skilur, og þetta var þannig að fólk var að keppast að, þú veist, kynnast hvort öðru. Á Íslandi? Á Íslandi. Fólk var langar að sjá þess að þætti. Já. Please, ef eitthvað veitum bara gamla safni hjá. Bara eitthvað svona gull. Já. Af því það er óslega erfitt að grafa upp þetta íslenska gull. Og djöðlir þau góðið að fylla það maður. Já. Það er bara delete it. Ég lof ykkur, sjónvarpsímans eða bóti ykkur sem er með þessar streymisveitur íslensku, pröfið að setja eitthvað svona inn. Ángríns. Það myndi fljúa. Ángríns. Bara bachelor sem bara marathon eða eitthvað, skilur. Please. Ég myndi binja það, sko. Alltaf daginn. Átó? Strax. Það var geðið. Já, ef við þá tjekka á, ekki, hvað sögðu gestirnir okkar? Og ég setti, við settum þetta í story og ég passaði að velja myndir sem að voru sérst ekki Kardashian eða Love Island. Já. Af því að ég vissi að fólk veit að við horfum á það tvent. Já. Og Real Housewives. Þannig að myndin sem ég setti svona 4 myndir. Það er The Bachelorette, Simple Life, Girls Next Door, sérst Playboy Mansinni, og Survivor. Og svo var spurningin einfaldlega hver er ykkar uppáhalds raunveruleika þáttur? Já. Og þú veist, þá er ég að tala yfir höfuð, ekki af þessum 4. Nei. Og það eru hvað mörg svör. Það er rosalega, sko. Sælir. Mjög mikið Love Island, Real Housewives of Beverly Hills og Kardashians. Þú veist, sko, ég myndi segja að Kardashians stendur upp úr þarna. Já, það er mjög áberandi hana. Love Island nummer 2. Og svo Real Housewives, en svo er inn á milli eitthvað annað, sko. Já, við erum nokkuð Survivor sína líka. Ég sé Amazing Race. Ég sé eina skrifa The Block. Já, hvað er það? Ég held að það sé svona að gera upp. Svona, þú veist, eins og það var ekki íslenskt version af því, eitthvað blokkin eða eitthvað. Já, ok. Já, hvað hétt líka eftir hana þættinir svona eitthvað makeover þættinir? Íslensku? Já.
Já, byttu. Ég man það ekki. Það voru einhverjir. Já, ég Líka, man það ekki. eitthvað innlit, útlit og eitthvað líka. Já, auðvitað. Það er fullt af þessu. Heyrðu, vá. Já, Survivor. Ég man samt ekki hvað það er. Hildur. RuPaul's Drag Race. Best. Elska. Ok, hérna er einn sem segir Lofaland og þá sérstaklega Ástralíu. Já, það er rosalega vinsælt, sko. Það er að tjekka á því. Það er allir að segja að það sé bara betra, sko. Ég veit ekki alveg hvort ég trúi. What? Ok, þetta er ekki bara í fæðingólfinu okkar. Já. Að pröfa þetta. Teka fram svona að ég er ekki ópilið. Nei, hún er bara með mér. Ég er bara með Birtu í þessu. Þá getum við tjekkað á því. Já, Survivor. Það er rosalega mikið af því. Bachelor og Bachelorette. Já, það er ekki að fyrðulega lítið að því. Á meðan hvað þetta er stórt. Já. 100%. Love is Blind. Já. Ég horfði á það. Er það ekki bara ein sería samt? Eins og er. Já. They need to give us more. Ég skil ekki. Mér varst það Too hot to handle hérna. Já. Þeir voru veisla. Þeir voru veislega en voru weird. Þeir voru rosalega weird. Love is Blind er líka weird, sko. Það er mjög weird líka. En já, það er alveg nokkuð bachelorsögur en ekki eins mikið. Yfirgnæfandi. Nei, ekki svo mikið þetta halda. Nei, þetta halda var meir. Matræslu þættir og keppnir, já, það er bara sjúklega skemmtilegt. Já, ég þarf þetta það býna meira. Er maður ekki bara alltaf svangur ef maður er að horfa á það? Jú, kannski gaman bara að elda með. Já, það getur verið gaman. En svo líka annars þættir 90 Day Fiancé eða eitthvað. Já, býtu. Það er algjör Við erum að tjekka á því. Já. Ég verið að horfa það. Mamma er alltaf að horfa á þetta. Herði, ég verið að tjekka á því. Þetta er alltaf inn í þetta svona þegar ég á henni. Hérna er einn sem segir Simple Life. Elska það. Selling Sunsets, hvað er það? Herru, já, það er ekki að þættir. Hörðu það? Já, ég held að þeir séu bara nýlega komin á íslensku Netflix af því allt í henni duttu allir inn í það hérna. Okay. En það komið svolítið fyrr út í Breitlandi en þetta er sagt, fasteignasölu í Bandaríkjunum sem er að selja í rauninni bara hús í sko Hills. Í Beverly Hills? Já, bara. Oh my god. Sko, það er skemmtilegt content. Real estate. Og svo er farað, þú veist, fasteignasalinn er að rífast og allt það. Það er drama. Já, það er drama líka. En sko, maður fær svo mikla bara svona minnumáttakend og maður er bara svona, já, einmitt. Bara sjá þessu hús. Já, þetta eru hús sem ég gæti ekki svona ímynda mér að gæti verið búin til. Einmitt. Það er hvað ég meina. Það er búið en húsin maður. Ég er bara eitthvað svona, maður er bara eitthvað svona, einmitt, ég menn, alltaf lega, ok, þá bara það má dreyma. Vá, 100%, en maður er sem bara svona, hvernig er þetta til ykkur þar? Ángríns, held ég geðveitt, sko. Bachelor in Paradise, jú, ég hef ekki séð það. Ég sé það. Það æði? Það er bara alveg svo Bachelors. Já. En samt meira æði. Mér finnst það meika meira sens af því þar ertu með fleiri sem getur verið ástfangir heldur en frekar einamanski, skilju. Það ertu með nokkra gamla Bachelor, nokkra gamla Bachelorettes, eða svona... Meira svo Loveland vibes? Já. Ok. Ég myndi segja. Ok. Ég myndi kannski fíla það líka. Já. Og svo hún segir þess að Bachelor in Paradise, Loveland og Are You the One? Ég hef aldrei heyrt Are You the One? Nei. Áhugavert. Pæli gæti mikið af þessu. Vá, hún var að tjekka því. America's Next Top Model, ef það telst með? Já, það er eitthvað líka að fólk er ekki að fíla þessa nýju Bachelor-seríu. Ég er búin að taka eftir því. Það málið? Hérna er bara Bachelorette er uppáhalds en þessi nýja seríu er eitthvað annað, Claire er eitthvað leðileg. Já, svona ég hef heyrt þetta. Ég hef heyrt þetta líka. Inn í þessu skilur, en ég er samt skilur umræðina. Ég hef heyrt hún sé eitthvað pirrandi. Þú veist, það er bara sem ég heyrt, en einmitt, ég er ekki inn í þessu, sko. Jerry Springer reyndar geggjaður, ok. Ég hef ekki séð það. Það er svona pínu Dr. Phil vibes. Það sem maður fær svona gett, já. Svo svona, I'm 16 and I want a baby. Já, ok. Það er eitthvað sem Jerry Springer eða þarna, you are not the father. Er það í því? Já. Það er eitthvað ruggla dæmi, sko. Þannig að Jerry Springer, já. Og Dance Moms, vá, það voru margir sem voru að fylgjast með því. Oh my god. Það er svona amerískt svona content. Já, þar kynntist maður Honey Boo Boo. Já. Hvar er Honey Boo Boo í dag? Ángríns. Need to know. Hvað til að fá hana í þáttinn? Honey Boo Boo. Það er eins og þetta Loveland all day, oh my god, get ekki beðið. Ángríns. Hvenær ætli nýjast, ætlar ég sé ekki bara það er örugglega ekkert planað. Nei. Kannski janúar eins og seinast. I wish. Já. Jokes, vákvæði óskaðis. Það væri geðveikt. Survival of the fittest.
Biggest Loser er Guilty Pleasure. Já, halló, við glemum Biggest því. Losers. Það var líka íslenskt. Já, vá. Já, Hver er við? mjög vinsalir reality TV á Íslandi, sko. Já. Vá, við erum bóðið að gleyma svo mörgum íslensku, sko. Þið megið senda okkur alla íslensku, bara því Já. að við ætlum að reyna að fara Já, mér langar samt að sjá Grafa þá svo upp. gamla gull, sko. Nei, mér líka, en ég segi þú veist, maður er bóðið að gleyma okkur 100%. gömlu, sko. Já, 100%. Það er líka fullt í gangi núna sem við veitum ekki eins og af, sko. Nei. Maður horfir svo mikið á svona Netflix og hvað skilur Ég veit það. Maður gleymir alltaf íslensku sjónvarpinu. Pínu, maður þarf að fara að passa sig á því. Já, maður verður að vera up to date, sko. Og aftur í tíman. Já. Við verðum að vita hvað var að gerast þannig árið 2005 og þannig. Já, við byrjum þar. Já, við byrjum Svo vinnum okkur áfram. Vinnum okkur upp. Já. Þannig að ef það eru íslenski þættir sem að Ef þið eruð. Nei, ef það eru íslenski þættir sem Ef við það er glemdum. ykkur íslensku þáttur að hlusta. Keep on scrolling. Nei, ef það eru íslenski þættir sem við glemdum nefna. Let us know. Já. Því við ætlum að fara hérna Dig in deep. Gold digging. Við þurfum fyrst bara að fá Við þurfum að fá fyrst að fá aðganginn hjá skjáinu með eitthvað. Ég held að þeir hafi gefið flest alltaf þess að þætti. Nei, ekki hugmynd, ég bara held að. Ég hef ekki hugmynd. Ég veit ekkert um þetta, Ekki heldur. En allavega, láta okkur vita ef þið viti hvað er þetta að finna Við ætlum að finna þetta gull og grafa það upp og horfa á það þegar við höfum tíma. Og taka þátt um það. Og taka þátt um það. Herra, Sunny, thanks for this week. Thank you very much. Thanks for tea. You're very welcome. Can't wait to see you next Tuesday. See you next Tuesday, man. Man.